Ok, ég var að skella okkur í textan. Þannig að kannski áður en við lesum, þá langum við bara aðeins að segja frá því hvað við erum búin að tala um í síðustu viku. Þannig að ég man þegar við vorum að byrja þetta, að fara ekki inn í Matteusar guðspjall, þá ákveðum við að kalla þetta Fylgdu mér. Í rauninni að við ætlum að lesa Matteusar guðspjall til þess að fá hugmyndum hver Jesús var og hvað það þýðir að fylgja honum. Hvað þýðir að fylgja Jesú Kristi? Og ég man við fórum út og ef þið viljið sjá þetta myndband þá er þetta á heimasíðunni okkar lofstofan.is og getið farið í hana Fylgdu mér þar sem alla predikanirnar eru og þið sjáu kynningamyndbandið þar sem við fórum á götuna og við spurðum fólk fyrir þér hver er Jesús Kristur. Og það komu hugmyndir upp þar sem að margir Íslendingar mjög fáir sem sögðu hann er Guð í holdi kominn sem frelsar okkar, enginn bókstaflega. Þannig að þetta er ekki klift saman allt neikvæða dótið, þetta var basically bara látið allt inn í myndbandið sem að fólk raunverulega sagði. Og þegar ég spurði hver er Jesús Kristur að þá kom ég ýmsar hugmyndir í ljós og það kom til dæmis að hann var hippi svolítið á undan sínum tíma eða svona 1930 árum á undan sínum tíma. Árið 1960 hefði hann átt að fæðast kannski og hefði passað mjög vel inn en að Jesús hefði verið ekkert meira en það. Hann var bara hippi á undan sínum samtíma. Hann var svona að segja öllum að gefa hvort annað knús og svona vonast til að allir myndi make love not war og svo framvegis. Það var í raunverulega það sem Jesús Kristur var. Svo eru aðrir sem sögðu ég trúi ekki að Jesús Kristur hafi einu sinni verið til, sem er svolítið hlægilegt, því að jafnvel þeir trúlausu sagnfræðingar munu hlæja að gæðum sem segir að Jesús Kristur hafi ekki verið til. Svo eru aðrir sem sögðu Jesús Kristur var bara mjög misskilinn, hann fattaði ekki hvað fólk horfði mikið upp til hans, hann var ekki að segjast vera Guð, en að lærisveinarnir gerðu hann út fyrir að vera Guð. Aðrir sögðu að hann væri heimspekingur, að hann væri bara svona gæi sem hugsaði rosalega mikið yfir daginn og sagði svona hluti sem væri svona smá viska í eins og þurfti að skafa af toppnum og þú veist, það er ekkert kraftaverk eða neitt þannig. Einn sagði, einn sem ég talaði við sem var bókstaflega Þór tilbiðandi og hann opnaði mitt jakkan og sýndi Þórshamarinn sem hann er alltaf með á sér, við hjartað á sér. Þannig að hann var bókstaflega Þór tilbiðandi og hann sagði að Jesús Kristur var enginn sérstakur, léleg sögupersóna í lélegri sögu sem að fólk hugsar alltaf mikið um. Og svo segja sumir við, Jesús er Guð í holdi, frelsar okkar, von okkar og aðrir sögðu kannski hann er friðarsinni, hann kom til að segja okkur að stunda ekki stríð. En þannig að hvernig þú svara spurningunni, hver er Jesús Kristur, hefur raunveruleg áhrif á allt annað sem við gerum í lífinu. Og þetta er mikilvægasta spurning lífsins, hvað gerir þú með þessa persónu Jesú Krist? Því að fyrir hann kristna þá er engin önnur leið til Guðs, það er engin önnur von, neins staðar annars staðar í endanum nema á Jesú Kristi. Þannig að hvernig þú svarar þessi spurningu hefur áhrif á hvernig þú horfir á Jesú Kristi, hversu verðmætur er Jesús Kristur fyrir okkur. Og ef við horfum á Jesús Krist og við horfum og sjáum hann sem lítið verðmæti, þá hefur raunverulega áhrif á hvernig við lifum okkar lífi. Sjáum við meira verðmæti í okkur? Sjáum við meira verðmæti í peningum eða í öðru fólki heldur en Jesú Kristi? Og ef svo er, þá lifum við á allt annan hátt. Þá lifum við fyrir peninga, þá lifum við fyrir samþykki annarra, þá lifum við fyrir að fá ást frá öðrum í staðinn fyrir að lifa fyrir Jesú Krist. Þannig að hvernig þú svara þessari spurningu er mjög mikilvægt og Matteus, hann er búinn að leggja út fyrir okkur hver Jesús Kristur er. Og þú veist, ég man í vikunni þá var ég að tala um mannesku sem var að gangi inn 12 spora kerfið og hún var að segja okkur frá því að annað sporið var í rauninni, og henni fannst það rosalega gaman því að sporið var í rauninni að segja hver er Guð fyrir þér? Hver er Guð? Mér finnst það gaman og það ég var svona, já, ég vil að Guð sé sterkur, þannig að Guði minn er sterkur Guð. Ég vil að Guð minn sé fullur á ástríkur. Er það hægt að segja það? Stökkur. Ég hugsa alltaf teiknimyndafígurina Ástrík og Steinrik, eða ekki? En hann segja, mér langar að minn Guð sé fullur ást, þannig að ég vil, en mér langar ekki að hann sé reiður, nei. Þú veist, þannig að annars skrifir er basically eins og það er búð í Bandaríkjunum sem heitir Build Your Own Bear. Það svo labbaðir inn og þú bjóst til þinn eigin bánsa. Þú lagar hann, þú lest augun svo þú vildir og með leið eins og þetta væri þannig. Annars skrefið er að búa til þinn eigin Guð. Hver er Guðinn sem þú vilt tilbiðja? Gerð hann, búa hann til. En Matteus hér
og Mattheus í versunum áður fyrr, hann ekki að leyfa okkur þetta. Hann að segja, þetta það sem Jesús Kristur var, þetta það sem hann sagði, taktu því eða ekki. Það ekki hægt að taka Jesús Kristur og segja, ég fíla þetta við Jesús Kristur og ég ætla að taka þetta og búa til einhvern svona Frankenstein-guð sem lítur bara út eins og okkar skrimsli. Og þegar við tókum þetta úr hindúisma, við tókum þetta úr búddisma, við tókum þetta úr islam og látum þetta allt í okkar eigin trúarbragð. En Mattheus, þegar við lesum til dæmis textan sem við erum að lesa í dag, ekki að gefa okkur það tækifæri. Og í versunum áður, þá er hann búinn að benda til þess að Jesús Kristur góður hirðirinn. Esekiel 34, þegar Guð segir, það eru falshirðar búin að koma, það eru hirðar búin að koma sem eru búin að sjá illa lömbin. Ég kem sjálfur og ég næ í mitt fólk. Og það er versin áður eru búin að benda til þess að Jesús Kristur kominn til þess að ná í þá sem enginn vildi snerta. Hann búinn að snerta þann líkþráða. Hann tilbúinn að fara inn í heimili hjá 100-höfðingjunum sem allir gyðingar forðuðust og hötuðu. Hann tilbúinn að fara til þeirra sem allir eru að hlaupa frá. Og í síðustu viku þá sáum við hvernig hann benti á Jesaja. Hann kominn til þess að bera okkar harmkvæli. Hann kominn til þess að fyrirgefa okkar syndir, bera á sig okkar syndir, bera á sig okkar mein. Þannig að við höfum ekki leyfi til þess að velja hvað við viljum okkar Jesús hefur og hvað við höfum ekki. Því að Mattheus hér að leggja út hver Jesús Kristur raunverulega er. Og þannig ef við dembum okkur í versinu, ef við lesum bara Mattheus 8, 23-34, getum við staðið upp á meðan við lesum orð Guðs. Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, Herra, bjarga þú, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þér hræddir, þér trúlitlir? Síðan reis hann upp og hastaði á vindinn og vatnið og varð stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar hann kom yfir í byggð Gadarena, komu á móti honum frá gröfunum 2 menn haldnir illum öndum. Svo skæði að enginn mætti þann veg fara. Þeir æpa, hvað vilt þú okkur sonur Guðs? Komstu hingað til að kvelja okkur fyrir tíman? En langt frá þeim var mikil svínhjörð á beit. Illu andarnir báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínhjörðina. Hann sagði, farið. Út fóru þeir og í svínin og öll hjörðin ruddust fram á hamrinum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldnir voru illu öndunum. Og allir borgmenn fóru út til móts við Jesú og þegar þeir sá hann, báðu þeir hann að fara burt úr héruðum þeirra. Amen. Þannig að getið ímyndað ykkur að sjá allir þessi svín hlaupa risastór hópur af svínum að hlaupa út í sjó. Þannig að við sjáum hér, ef við tökum þetta 2 pörtum, við sjáum í versi 24 að það er mikill stormur. Við vitum að lærisveinir Jesú Krist, allavega 3 af þeim voru veiðimenn, þannig að við vitum að þeir voru sjóvanir, þannig að þegar þeir tala að það var mikill stormur, þá er þetta ekki svona eitthvað 6 metrar á sekundu, eitthvað pingu lítið. Þetta er mikill stormur, það sem öldunar eru að koma inn á bátinn og þeir eru hræddir að þetta er búið, við erum að fara að deyja. Við sjáum að þetta er ekki bara, þeir vekja Krist og hann er með vald eins og enginn annar. Hann segir stopp, hann talar við vindinn, hann hastar á vindinn og það stoppar. Og þetta er svolítið Mattheus mála fyrir okkur, hann er með vald eins og enginn annar, því að þú getur verið konungur eða þú getur verið herleitói og þú getur með orðið þínu fengið fólk til þess að hlýða þér, út af því það er skítrætt við þig. Það veit að þú ert með vald, það veit að þú getur gert eitthvað við það og þannig að fólki hlýði þér. En Jesús Kristur hér, það er enginn herleitói, það er enginn konungur sem getur sagt til vindinn stoppaðu, út af því vindurinn er ekki að pæla í hver þú ert eða hvað þú getur gert við hann. En hér er Jesús Kristus sem segir stopp og vindurinn stoppar. Hann er með vald eins og enginn annar. Og þú sérð, hvers konar maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Hann er meir en spámaður, hann er skaparinn sjálfur sem skapaði með orði og getur með orði breytt, getur með orði lagað, getur með orði stoppað vind, getur með orði stoppað öldur
og svo framvegis. Lærisveinarnir eru enn á þessum tíma að fatta hver Jesús Kristur og því eru þeir í paniki þegar þeir vita að stormurinn í gangi, fatta ekki raunverulega hver í bátnum með þeim. Þeir eru að fá betur og betur hugmynd við sjáum að í fyrri versunum er hann að byggja upp, hann er byrjað að lækna fólk, við erum að sjá farisei og fræðimenn, jável einhverjir af þeim allavega, tilbúinir að sýna áhuga á að vera kannski lærisveinar hans, að boltinn er byrjað að rúlla, þeir vita að þetta er merkileg persóna, vita kannski ekki alveg hversu merkilega en við sjáum hér, hvílíkur maður er þetta, jável vindar og vatn hlýðunum. Og þannig við sjáum að boltinn er byrjað að rúlla og þeir eru ennþá svona að fatta að hafa betur og betur hugmynd hversu merkilegur er þessi maður. En hérna í storminum, og meðan vindarnir eru að blása og meðan öldurnar eru komin á bátinn, þá fatta þeir ekki enn nákvæmlega hver er með okkur í bátnum. Og ég var að tala þetta við styrkar í vikunni. Mér finnst fyndið hvað kristin trú er rosalega bara svona one trick pony. Kristin trú er rosalega mikið svona one hit wonder. Við gáum út eitt gott lag og allir elskuðu, við veitum, þekkjum við hljómsveit sem gaf út eitt gott lag og allir elskaði þetta eina lag og ekkert annað sem gaf út var gott. Það er komið hugmyndir svona hljómsveit. Enginn Vanilla Ice til dæmis. Vanilla Ice var svolítið þannig, hann var svona one hit wonder. Hann gaf út eitt lag sem allir elskuðu, enginn veit hvað hin lögin eru, en það veit allir hver hann út af þessu eina lagi. Og fyrir mér voru við styrkar að tala með þetta var svolítið þannig með kristna trú. Við erum bara með eitt gott lag og það er Jesús Kristur, það er fagnaðarerindið. Og sama hvað, ykkur er velkomi ef þeir að gangi gegnum erfiðleika að koma til mín og ég mun gefa ráð, en fyrir mér það er eitt trikk í bókinni. Það er ein lausn, það er Jesús Kristur, það er fagnaðarerindið. Það er ekkert annað sem ég get bent á. Ég get ekki sagt, verður með jákvæða hugsun, ef ég tengið ekki við Jesú Krist, þá skiptir það ekki máli. Kristin trú er rosalega mikið svona one hit wonder. Við erum með eitt gott lag og það er Jesús Kristur. Það er Jesús Kristur. Við vitum hver hann en við sjáum hér, lærisveinarnir ekki ennþá alveg búin að fatta það hver hann og hvílíkur maður er þetta? Jável vindar og vatn hlýðunum. Ef þau væri komið með þessu hugmyndum að Jesús Kristur er Guð, þá myndi þið fatta auðvitað hlýða vindar og vatn Jesús Kristi, hann er Guð. Hann skapaði vindin, hann skapaði vatnið með orði sínu og með orði sínu getur hann látið að breytast. En kristin huggun, hvaða ástand sem við göngum í gegnum, þetta er rosalega mikið bara eitt gott lag sem við spilum. Það er Jesús Kristur. Það er huggunin okkar í öllu. Það er huggunin okkar í öllu. Og það getur verið mismunandi leiðir hvernig við bendum á Jesús Krist. Við getum, hver Jesús er, hversu dýrlegur hann er, að hann sé einvaldur, að hann sé yfir öllu, í stjórn á öllu. Og líka í von og persónu og verki hans. Það er að segja, hvernig hann hefur gert það á krossinum. Það getur verið mismunandi leiðir hvernig við komum með þessu til skila þegar við erum að díla við missi, þegar við erum að díla við þunglindi eða kvíða og svo framvegis. En þetta er alltaf aðalpunkturinn, Jesú Kristur. Fagnaðarerindið, það er huggun okkar, hver Guð er og hvað hann hefur gert. Það eru kannski margar leiðir sem komast þangað, en það er á endanum ein von, ein huggun fyrir þann kristna. Ein huggun fyrir okkur. Og það sem ég elska þetta, og ég er ekki svona mikill, ég á erfitt með að gera þetta. Það eru margir sem taka til dæmis myndu taka storminn og svona, já, breytum þessi yfir í andlega. Það eru stormar í lífinu og svo framvegis. Mér langar að útleggja það sem Biblan er að segja og mér finnst Biblan aðallega með þessari sögu verið að benda á hversu magnaður Jesús Kristur er. Þeir eru að fatta meira og meira að þetta er ekki bara annars spámaður. Þetta er Guð komin í hold til þess að bjarga sinni sköpun, en við getum horft á þetta þannig í rauninni að kristin trú, það sem ég elskar við kristna trú, er að þetta er raunveruleg trú fyrir raunverulegt líf. Þetta er ekki svona trúð á Jesú Krist og líf þitt verður þægilegt. Við áttum okkur á heiminum sem við lifum í, við áttum okkur á syndinni, við áttum okkur á hvernig fólk brýtur á okkur, hvernig við verðum fyrir vonbrigðum, hvernig við meiðumst og svo framvegis. Þannig að trúin okkar er ekki að búa til einhvern fantasíuheim, þar sem við höldum og segjum að já, það er allt gott. Það er hér við sjáum, það er raunverulegu stormur. Að þeir eru raunverulega hræddir. Og við getum fært þetta yfir í okkar eigin líf með hvað er stormanir okkar. Og við getum spurt hvernig er viðbragð okkar við stormunum. Að þegar erfiðleikar koma, þegar óþægindi koma, þegar missir kemur, þegar sorg kemur, þegar þunglindi kemur, kvíðinn, hvað sem það er, hvað sem stormur okkar er, hver er viðbragð mitt? Fatta ég hver er með mér í bátnum? Fatta ég huggun mína? Fatta ég að Guð er einvaldur? Og það eru margir, ég sé þetta
líka, innan kristifólks, og ég hef séð því sjálfur mér. Að það er stundum það sem að ég lendi í erfiðleikum og ég lendi í stormum og fyrsta hugsunin mín er ekki að hlaupa til Krist. Fyrsta hugsunin mín er ekki að hlaupa til Krist fyrir huggun eða von, heldur að halla mér á tengslanetinu mínu. Okkur góða vini, eða ég geti tala við eiginkonu mína. Og loksist þegar Mikael verður að byrja að tala, þá get ég kannski byrja að tala með hann vandamálum mín, eða ég veit það ekki. Að við getum fundið svona tengslanet og fólk sem eru með í kringum okkur, og það er svo oft, það er því miður svo oft, það sem maður lendir í storm og maður byrjar að halla sér upp á okkur öðru. Það er kannski tengslanet, það er kannski vinir, það er kannski fjölskylda, það er kannski hreyfing, þú vilt bara fá dópaminnið í gang, þannig að þú byrjar bara að hlaupa, þess að þú klikkar bara að hlaupa bókstaflega frá vandamálunum þínum. Svo er kannski verri hlutir eins og, þetta er allt góði hlutir, en þeir eru lélegi frelsarar. Svo er kannski aðri hlutir sem margir til dæmis sem dempa sér í mat. Þú borða bara nógu mikið og nógu hratt og bregst líka með við og byrjar að processa þetta eins og þú sért raunverulega á dópi stundum. Það eru margir sem fara í dóp og fara í ofneyslu á áfengi og svo framvegis. Fara í að trublast. Bara láta trubla sig. Bara vinna ógeðslega mikið. Og ég sé þetta, ég sé þetta nokkur sinnum þegar fólk þarf að díla við eitthvað stóra spurningu, það fer að vinna ógeðslega mikið og svo nokkurum dögum seinna þegar ég ætla að byrja að tala við hvað er að ganga gegnum og svo framvegis, þá vil ég ekki tala það út af því að þetta er hlæg, ég er ekki að pæla í því. Ég er bara að vinna, það er ógeðslega mikið að gera, ég þarf ekki að pæla í því meðan það er svona mikið að gera. En það er rauninni, þegar þunglyndi kemur, þegar kvíðinn kemur, þegar sjúkdómurinn kemur, þegar missirinn á sér stað, þegar stressið er að yfirtaka okkur, þá er enginn sem getur stöðvað storminn eins og Jesús Kristur getur stöðvað storminn. Það er enginn sem getur með orði sagt stopp og það stoppar. Og það eru hlutir sem hjálpa okkur að díla við einkennin. Þannig að það er hægt að poppa töflu. Ertu með þunglyndi, ertu með kvíða, það er staður þar sem að, heilin er ekki að framleiða og eitthvað dóti og þá þurfum við að fá efni eins og ef að nýrun á mér væri ekki að framleiða eitthvað, þá myndi ég þurfa að fá efni við því og hjálpa líkamanum við. En við búum á Íslandi, þar sem að við erum bókstaflega held í topp 10 í heiminum í þunglyndislyfjum. Og ég man til dæmis þegar pabbi var að ganga í gennum það byrjaði að koma í blöðin svona með pabba og eitthvað, að það var bókstaflega einn læknir. Það var einn fjölskyldumeðlimur sem fór til læknis og það var að díla með mikið kvíða á sem framvegis og vildi fá eitthvað svona róandi. Læknirinn gaf henni róandi fyrir alla fjölskylduna. Hún var bara með róandi, bara 10 kíló á róandi. Bara hver vill róandi? Og ég hugsaði bara, hvers konar læknir, var þetta í einhverju húsasundi eða, hvað hittur hennar lækni? En fyrir mér er þetta bara svona, það eru margir sem díla með þetta. Ég vildi ekki róandi, ég veit að þetta er erfitt kringumstæður og leiðilegt að þessu gangi gegnum þetta, en ég held að róandi sé ekki málið. Ég held að þetta glími ekki við sjúkdóminn, þetta glími ekki raunverulega við kvíðann. Þetta drepur kannski einkennin, en þetta dílar ekki við kvíðann. Og það er margt í þessu lífi sem hjálpar okkur að díla við einkennin. Það er margt í þessu lífi sem hjálpar okkur að díla við, ég ætla að losa mig við kvíðann, ég ætla að losa mig við þunglyndi, ég ætla að losa mig við og það eru mismunandi efni, misgóð. Ég er ekki að segja, og ég vil hafa það á hreinu, ég er ekki að segja að lyf séu slæm. Það eru tilvik þar sem lyf þurfa að vera. En það er allt og oft það sem við reynum að glíma við eitthvað, en við dílum við einkennin, við dílum ekki við sjúkdóminn. Við erum að láta plástur á krabbamein. Það virkar ekki, skilur við. Við þurfum að díla við mismunandi sjúkdóm og það eina sem dílar við hinn raunverulega storm er Jesús Kristur. Raunverulega rótin á vandamálinu er Guð sjálfur. Ef við beinum okkur ekki til hans, þá munum við alltaf vera að glíma við einkenni sjúkdómsins, en við munum aldrei glíma við sjúkdóminn sjálfur. Og svo eru margir sem segja við mig, til dæmis ég hef lent mjög oft í þessu þegar ég byrja að tala um trúmál. Það er gott að Jesús Kristur virkar fyrir þig, en hann virkar ekki fyrir mig. Og ég ætla að prófa eitthvað annað. Ég ætla að prófa mína eigin leið. En það sem ég trúi sem kristinn maður er að það er enginn sem díla við storminn eins og Jesús Kristur. Þú getur byggt vegg og minkað vindinn. Fundið minna fyrir storminum.
En það enginn sem getur stoppað storminn eins og Jesús Kristur. Það enginn sem getur dílað við rótina af storminum, rótina af vandamálinu, rótina af þunglindinu, rótina af tóminu sem við finnum sem manneskjur þegar við erum ekki í Guðs höndum eins og Jesús Kristur. Og við sjáum, þegar Jesús Kristur í 14, Jóhannes Guðspjalli 14:6, þá segir hann, Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ég vegurinn, ég sannleikurinn og ég lífið. Þetta hljómar ekki eins og þessi margir aðrir möguleikar. Hann ekki að segja, ég einn af vegunum, ég einn af sannleikunum, ég einn vegur til lífsins. Hann að segja, ég lífið. Vilt þú raunverulegt líf? Ég lífið. Þetta ekki, Jesús virkar fyrir þig, ég ætla að prófa eitthvað annað. Hér Jesús Kristur að segja, ein leið til þess að díla við rótina vandamálinu. Það ein leið til þess að ná sannleika, það ein leið til þess að koma til lífs og það fyrir mig. Það fyrir mig. Og ég svo oft, ég lendi í þessu út af því að þessi hugmyndum, það engin raunverulegur sannleikur. Það gott að Jesús Kristur og þessi trú hefur virkað fyrir þig, það virkar annað fyrir mig. Þetta kemur út í hugsun það sem með tilfinningin okkar ræður ferðinni. Það sem mér finnst rétt og það sem mér finnst það heilagur sannleikur og það það sem ég átt að hlaupa á eftir. En munum að hér skapar okkar. Þetta skapar okkar. Hann skapaði okkur með tilgang í huga, veit hvað hann skapaði okkur fyrir, veit hvað raunverulega hamingja okkar liggur. Og þegar við lendum í því að til dæmis að Biblían eða skapar okkar sé að segja okkur eitthvað sem við viljum ekki heyra, þá minnum við okkur á ég þarf að breytast, ekki skaparinn. Ég þarf að breytast því hann skapaði mig með hamingju minni í huga og hann segir hamingja hér. Hamingja hér. Hann í stjórn og hann leitast eftir að gefa okkur raunverulega, varanlega hamingju. Í Jesú Kristi raunverulega varanleg hamingja. Við getum fikið að þjást stundum allt okkar líf. En það engin raunveruleg varanleg hamingja neins staðar annars staðar heldur en í Jesú Kristi. Og það sem okkur finnst ekki öll saganar vilji Guðs það sem raunveruleg hamingja. Svo heldum við áfram og lesum seinni partinn. Þegar hann kom yfir í byggð Gadarena, ég veit ekki af hverju ég lesi þetta alltaf með ítölskum, Gadarena, eitthvað. Þegar hann kom yfir í byggð Gadarena, kom á móti honum frá guðunum 2 menn haldnir illum öndum. Svo skæðir að enginn mátti þann veg fara. Þannig að Jesús Kristur kemur að lokaði vegur, ekki vegna vegaframkvæmda heldur 2 menn haldnir illum öndum, allir eru skítrættir við og allir forðast á og enginn fer þennan veg út af þessum gæjum. Og mér finnst það fyndið, ef við lesum hér í 29, þeir æpa, hvað vilt þú okkur sonur Guðs? Komstu hingað til að kvelja okkur fyrir tímann? Mér finnst það ógst að fyndið að þegar við lesum Biblíuna, að það Jesús Kristur, what? Kom hann ekki inn gluggann? Blessaður Árni. Velkomin að samkominn. Jólasveinin. En þannig að við sjáum með þessi 29, þeir æpa, hvað viltu okkur sonur Guðs, komst ekki til að kvelja okkur fyrir tíma. Mér sjáumst að finna út af því að þegar við lesum Biblíuna, það svo oft það sem að djöflanir eru með svona bestu kristfræðina, eða það sem kallar eins og svona Christology, að þeir vita við erum með farisea, við erum með lærisveina, við erum með, þú veist hvað heita þeir? Fariseanir og fræðimennir. Við erum með fræðimenn og þetta eru gæjar sem elska Gamla testamentið, eru búin að demba sér í Gamla testamentið, vita að það Messías að fara að koma. Við erum með lærisveina Jesú Krist sem að eyða líf sínu við hliðina á honum og hverju vita strax hver Jesús Kristur er. Á meðan þeir, lærisveinir eru hér í versi 27, segja, hvilkur maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn líður honum. Þau eru svona að komast, ok, þetta er eitthvað svona stór gæi, þetta er eitthvað mikilvægur gæi, þetta er eitthvað meira, þetta er bara spámaður og þeir eru svona, við sjáum að það er að mjakast að þessu, já ok, þetta er Guð. Að þá séum við hér að djöflanir trúa strax, vita strax hver Jesús er. Ertu komin fyrir tímann til þess að kvelja ykkur? Það er engin spurningum, býtu, ertu Jesús frá Nasaret?
eða ertu Jesús frá Gardena, eða hvað sem þetta heitir. Hvaða Jesús ertu? Þeir sjá hann, þeir vita nákvæmlega hver hann strax hver Jesús Kristur og þetta drepur okkar hugmynd sem rosalega vinsæl í nútíma, sem svona þessi dualismi. Það að segja að Jesús hérna megin og þeir að fara í sjómann og djöfullinn hérna megin og þetta er svona smá battle en svo endanum nær Jesús Kristur. Þetta drepur þessa hugsun. Við sjáum hvað djöflarnir segja. Hvað vilt þú okkur sonur Guðs? Þeir segja ekki, ertu komin til að slást eða ertu komin til að berjast? Við erum alveg tilbúinir. Nei, ertu komst hingað til að kvelja okkur fyrir tímann? Það sést augljóslega strax hver með valdið. Þetta er ekki svona eitthvað djöfullinn á móti Jesú, heldur þetta frekar. Jesús Kristur, ertu komin til að kvelja okkur núna eða ætlar að kvelja okkur seinna? Ætlar að rústa okkur núna eða ætlar að rústa okkur seinna? Þetta drepur okkar hugsun sem hefur verið máluð oft, að djöfullinn og Jesús Kristur eru að berjast en það er engin slagsmál. Jesús Kristur, þegar hann kemur, þá stígur hann niður og hann á. Hann eignar sér, hann er dýrlegur, hann er hátt upp hafinn og djöfullinn og djöflarnir eiga engan séns. Þetta drepur þessa hugmyndum, þennan dualisma. Jesús Kristur sé bara einhvern veginn svona djöflunum, en djöfullinn er skapaður og Jesús Kristur er það ekki. Og við sjáum þetta er svo fyndið að djöflarnir vita alltaf hver Jesús Kristur er. Og þetta drepur líka þessa vinsælu hugmynd sem við höfum í dag, er að kristin trú sé aðallega þessi trú þar sem að við trúum að Guð sé til, eða við trúum að Jesús Kristur hafi labbað á jörðinni og svo framvegis og þá er ég kristinn. En við sjáum hér, og Jakobsbréfið annar kafli segir þetta líka, að djöflarnir trúa að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Hvað hjálpaði þeim? Þeir eru ekkert eitthvað að fagna yfir því, þeir eru að tala komstu til hingað til að kvelja okkur fyrir tímann. Þeir eru ekkert eitthvað, ég er kristinn. Þeir vita nákvæmlega hver Jesús Kristur er. Og þetta drepur okkar hugmyndum, þessa vinsælu hugmyndum að vera kristinn er bara að trúa að Guð sé til. Það er ekki það sem er að gerast kristinn. Að trúa á Jesú Krist er að trúa, hann er frelsar okkar, hann er drottinn minn og fyrir hann, í kringum hann snýst mitt líf. Það er engin önnur von, það er ekkert annað sem ég lifi fyrir, ég legg mína drauma niður til þess að gera hann dýrlegan. Þú veist, á meðan allir aðrir er að reyna að komast efst á píramídan, þú veist, vera fósettinn, vera yfir fyrirtækinu, vera yfir deildinni, fá að ráða, fá dýrið, þá eru við að leggja niður okkar dýrið svo Jesús Kristur fá að vera á efstu píramídum. Hann er sá sem stjórnar. Það er það sem snýst að vera kristinn. Við áttum okkur á að ég er syndur, ég þarf að frelsara að halda og Jesús Kristur, ég legg trú mín á traust á hver þú ert og hvað þú hefur gert. Það er það sem snýst að vera kristinn. Og svo þannig þegar það talar ef við lesum áfram í vers 30, en langt frá þeim var mikil svínhjörð á beit, illu andanir báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, send okkur þá í svínhjörðina. Hann sagði, farið. Út fóru þeir og í svínin og öll hjörðin ruddust fram af hamrinum í vatnið og týndust þar. Og ef við lesum Markus 5 er að fara yfir sömu sögu, hún talar þessi en það er eins og margir segja að það eru mótsagnir. Það er ekki mótsögn, 1 og 2 er ekki mótsögn. Þú veist, hér er ein saga sem talar 1 og hér er ein saga sem talar 2, það er ekki mótsögn, heldur er þessi saga að fókus á hinn eina og þessi saga að fókus á þá báða. Þannig að í Markus 5 þá sjáum við þessa sömu sögu og í Markus segir hann að þetta voru 2000 svín. 2000 svín. Getið þið ímyndað ykkur að sjá 2000 svín hlaupa fram að hamrinum út í sjó og Mattheus bara, já, hvað er að gera? 2000 svín. Við erum að tala svín eru ekki lítil dýr eða þau hefur farið í húsdýragarðinn. Þetta er huge, ógeðslegt kvikindi og líka hljóðin, þú veist, pælið í hljóðunum. Þú veist, bara hlaupandi út í sjóin, drekka sér og lærisveinir bara, já, þetta er gæinn sem var að stoppa vindinn á hann, stoppaði vatnið og allt í einu sendur hann 2000 bacon með lappir út í sjó. Veist, og þeir eru bara hlaup út í sjó með hávaða. Hvað er að gerast? Getið þið ímyndað ykkur? Hvað er að gerast? Hver er þessi gæi? Þetta er örugglega rosaleg sýn og þeir eru komnir hér og í þessu héraði, þá sem þeir eru, í Gadarena,
þá eru þessast heiðingjar. Það er ekki gyðingar sem er heima þannig að heiðingjar. Þeir horfa á þetta sem mat. Gyðingar myndu aldrei borða svín, en heiðingjarnir borðuðu svín. Þannig að þannig erum við að tala um 2000 mjög mörg stykki af mat. Þú veist, þetta var mjög mikill matur. Hoppaði fram að hamrinum, út í sjóinn og drapst. Og viðbröðin, þú veist, og okkur finnst þetta skrítið bara. Okkur finnst þetta ógeðslega skrítið því ég las þetta fyrst, en hirðirnir flýðu, komu til borgar og sögðu til tíðindana, líka frá mönnunum sem haldnir voru illu öndunum, og allir borgarmenninni fóru út til móts við Jesú, og þegar þeir sá hann, báðu þeir hann að fara burt úr héruðum þeirra. Bara please, ekki eyðileggja meira beikoninn okkar. Slepptu því, farðu eitthvað annað, við viljum ekkert með þig hafa. Farðu eitthvað annað. Þú veist, þetta er maturinn okkar, þú ert að eyðileggja, þetta er mikill peningur sem var að hoppa út í sjóinn, bókstaflega. Við viljum ekkert með þig hafa, við viljum ekkert eitthvað svona meira David Blaine stuff. Þú veist, við viljum frekar eitthvað svona galdramenn sem geta sleppt í að eyðileggja matinn okkar. Þú veist, eitthvað svona sem geta skemmt okkur, eitthvað sem geta kannski, við getum sagt wow, en við getum samt borðað svínin okkar. Þú veist, við þurfum ekki að taka á móti þér og samt vera tilbúinir að fórna öllum svínunum okkar. Þú veist, það eru 2000 farin, viltu please fara eitthvað annað. Og þannig eru viðbrögðin þeirra. Og þetta er svolítið fyndið út af því að mótvægin í vergildum hér áður, þá sjáum við að það er að byggjast upp vergildum hver Jesús Kristur er. Við erum að sjá meira og meira hversu verðmætur Jesús Kristur er. Hann er ekki annar spámaður, hann er ekki annar heimspekingur með góðar hugmyndir. Það er að komast meira og meira í ljós að hér er Guð að ræða. Og svo hér, við sjáum enn og enn valdið hans með einu orði, farið, eru þeir farnir út og þeir hlaupa í svínin og við sjáum hvað gerist við svínin. Með einu orði þá sýnir hann að hann er með vald eins og engin annar. Velkomin. En svo með einu orði, hér sjáum við þegar hinir koma, að þeir sjá ekkert verðmæti í honum. Það eina sem þeir sjá þegar þeir sjá Jesú Krist er 2000 svín eru farin. Farðu please burt úr hliðanum okkar. Við viljum ekkert með því hafa. Og meðan Mattheus er að fatta meira og meira, það er eitthvað merkilegt við þennan mann. Hann er meiri heldur en allt annað sem ég hef séð, hann er meiri en allir spámennir sem hafa komið. Ég er að fatta meira og meira hver hann er. Þannig að 2000 svín, ég þekki einn bónda og ég reyndi að tjekka hvað svín myndi kosta í dag til þess að fá svona sirka verðhugmynd hvað mikil peningur fór hana. En líklegast þú veist, ég veit að ein lifandi kind kostar 30.000 kall eða eitthvað. Þannig að við getum ímyndað okkur hvað er mikill peningur sem hefur farið í sjóinn, hann bókstaflega farið í sjóinn. En það sem þeir fatta ekki er að skiptir ekki máli hvað er mikill peningur sem hoppa út í sjóinn. Hvað er mikið mat sem hoppa út í sjóinn. Að Jesús Kristur er 10.000 sinnum verð með. Að Mattheus og Pétur og lærisveinarnir eru að komast meira og meira að því að Jesús Kristur, það er meira verðmætt í honum heldur en öllu öðru og þeir fatta ekki, þessi bændur fatta ekki, ok, þetta voru 2000 svín, þetta voru kannski mikill peningur. En þeir fatta ekki hverjum þeir að afneita. Þeir fatta ekki hverjum þeir að segja fara burti frá ykkur út af því þeir vilja ekki missa meiri svín. Út af því þeir vilja drullu, þeir vilja hérna oink oink. Þú veist, þeir fatta ekki að Guð stendur fyrir framan ykkur. Fattið ekki að við vorum að bát með honum rétt áðan og hann stoppaði vind og sjó. Og þeir að segja honum að fara út af svínum. Út af svínum. Og eins og ég segi, ég veit að ég veit ekki hvort að maður ætti að halda áfram með beikonhugleiðinguna, en svona sama hversu mikið verðmæti er í þessu svínum, þá er Jesús Kristur miklu meira. Og spurningin er, hvað er svínið mitt? Hvað er svínið okkar? Hvað er beikonið okkar? Hvað elskum við svo mikið að við erum tilbúin að segja, Guð, nei, ekki snerta þennan hluta mínu lífi. Og við tölum við aðra manneskjur og við deilum farnaðarindinu og við sjáum, þetta er svínið þitt. Þú elskar þinn eigin hug og heldur að þú sért svo gáfaður að þú vilt ekki leyfa Guð að koma inn út af því að þú ert of gáfaður fyrir Guð, eða þú ert of stoltur út af því að þú vilt ekki játa að þú þurfur á frelsara að halda, eða hvað er svínið? Hvað er svínið sem fólk heldur í? Hvað er svínið? Og sama hversu mikil verðmæti var þannig, þú veist, sama þótt að svínið hjá einhverjum er peningarnir. Ég á mikið af peningum
og ég elska peninga og ég ætla að halda í mínu peninga frekar en Guð. Sama hvað sem mikið verðmæti er í því, þá er miklu meira verðmæti í Jesú Kristi. Og sannleikurinn er sá, ef að ég vil eitthvað annað umfram Jesú Krist og læti eitthvað meira í verðmæti heldur en Jesú Krist, að þá mun ég líta út eins og þessir hálfvitar sem völdu svín frekar en Guð almáttugan. Völdu að halda áfram að sjá þau að velta sér upp úr drullunni, heyra þetta oink í staðinn fyrir að velja Guð. Og það er bara sannleikurinn, ef við veljum eitthvað annað í þessu lífi sem er meira verðmæti fyrir okkur heldur en Jesús Kristur, þá munum við alltaf líta út eins og þetta fólk. Þú getur sagt, já ok, ég er nú ekki með svín en ég er með peninga. Peninga getur gert meira en svín. Skiptir engu máli. Sama hversu mikið pening þú átt, sama hversu mikið verðmæti þú hefur látið í það og hversu mikið verðmæti annað fólk lætur í pening, það kemst ekki nálægt því sem Jesús Kristur er. Kemst ekki nálægt verðmæti hans. Og það sem að, ég vil svo mikið að við séum fólk sem er þekkt fyrir að elta Jesú Krist. Því við sjáum raunverulegt verðmæti í Jesú Kristi. Við sjáum að hann, umfram allt er hann stærri, hann er meiri. Það er ekkert annað í þessu lífi sem getur fyllt hól okkar, það er ekkert annað í þessu lífi sem getur gefið okkur raunverulega von. Það er Jesús Kristur og hann er. Og mér langar ekki að fólk, rugli þessu upp við upplifun. Ef margir segja, já, ég er kristinn út af ég mæta samkomur. Það er ávöxtur þess að vera kristinn. Þú getur upplifað hans ást og þú getur upplifað hvernig hann breytir hjartaleginu og hugsunarhættiðinum og það eru upplifanir, það eru raunverulegur upplifanir. En ég sé svo oft þessi fólk sækist í upplifun eða sækist í að mæta samkomur til þess að finna Jesú Krist, en mér langar að ég sé persóna sem finn Jesú Krist og út frá því koma alls konar upplifun. Út frá því breytist hjarta mitt, breytist hver ég er, breytist hvernig ég hugsa. Út frá því kemur þrá og ást að dvelja með öðrum bræðrum og systrum, að byggjast upp í trúnni, að þekkja orðið betur, að biðja meira, að elska Guð meira og svo framvegis. Og eins og ég sagði í upphæði, það skiptir máli hvernig svarar þú spurningunni fyrir þér, hver er Jesús Kristur? Fyrir þessum gæjum, þá var Jesús Kristur ekki mikilvægara heldur en svín. Fyrir okkur, hver er Jesús Kristur? Hvernig við svörum þessari spurningu, hversu mikið verðmæti við látum í Jesú Krist mun hafa raunveruleg praktísk áhrif á okkar daglega líf. Það mun breyta því hvernig ég tala, hvernig ég hugsa, hvernig ég horfi á kringustæður, góðar og slæmar. Það mun breyta öllu. Ef ég let allt mitt verðmæti í Jesú Krist, það breytir öllu um mitt líf. Öllu. Og við sjáum að það sem við nefndum þetta þegar við erum að fara að gera Mattheusarguðspjall er fylgdu mér. Við ætlum bara, hvað þýðir að fylgja Jesú Kristi? Og það sem við sjáum þegar Jesús Kristur kallar til sín lærisveina, þá segir hann fylgdu mér. En þegar fólk endar með því að láta ekki verðmæti sitt í Jesú Krist, heldur sé meira verðmæti í kannski að eiga góða vinnu, eiga mikið pening, eiga þægilegt líf, eiga góða konu, eiga góða fjölskyldu og svo framvegis, að þá er þetta meira Guð, Jesús Kristur. Þú mátt fá að fylgja mér og þú ættir að vera heiðraður af því að ég leyfi þér að vera hluta mínu lífi. Það er stór munur á. Erum við fólk sem segir Jesús Kristur kemur til okkar og segir fylgdu mér og við sleppum öllu og við fylgjum honum? Eða erum við fólk sem sjáum verðmæti meira í öðrum hlutum og við segjum við Jesús Krist þú mátt fylgja mér. Þú ættir að vera heiðraður fyrir því að ég leyfi þér að vera hluta mínu lífi. Eða átti ég mig á því að það er ekkert sem þetta líf hefur upp á að bjóða sem er meira eða mikilvægra eða verðmeira heldur en Jesú Krist, verðmætara. Það er ekkert sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þetta snýst allt um Jesú Krist. Það er ekki neinum öðrum stað það sem er raunveruleg von, það sem er varanleg hamingja. Þetta er Jesú Krist. Og mér langar að fara í Markus 5 til þess að enda þetta. Og þetta er Markus, hvernig hann segir frá sögunni og hann gefur hérna svona innsýni yfir allavega einn af þessum tveim mönnum. Mér langar að lesa þessa 5 vers. Þeir komu nú yfir vatnið í byggð Gerasena. Já, þeir stafa þetta bæði öðruvísi. Og leið og Jesús stég úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum, haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum.
Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða í fjöllunum, æpti og lamdi sig með grjóti. Og það sem ég hugsaði þegar ég les þetta er að getur þú ímyndað þér að vera foreldri mannsins. Að henni krakkiðin og þú ert að fara að leggja það á nóttinni og þú heyrir öskur. Þú veist, það eru mörg ár, einhver búinn að reyna að hlekkja niður, bókstaflega hlekkja niður til þess að stoppa hann, og hann brýtur á sér hlekkina, dag og nótt, þá æpir hann, grætur, lemur sig með grjóti, allir blóðugur, allir ógeðslegur. Getur þú ímyndað þér, og ég veit að þetta er erfiðara þegar þú ert ekki foreldri, en getur þú ímyndað þér, þú veist, að vera foreldri, og þú veist, í mörg ár er hann búinn að hafa þessi svona, það er enginn sem er búinn að geta stoppað hann. Þú lappar fram hjá fólki og fólk hvíslar að þetta klikkaði gæinn út í sveitinni sem býr hjá öllum líkunum, er þeirra sonur. Það er gæinn sem þú heyrir öskrandi á nóttin og daginn. Það er gæinn sem er alltaf að lemja sig. Fólk kannski flissar að þeim, gerir kannski lítur úr þeim. Þú reynir að sofna og heyrir í honum grátandi. Þú veist, það er enginn sem getur gert neitt. Það er búið að reyna að binda hann, það er búið að reyna að stoppa hann. Það er enginn sem getur gert neitt. Þú veist að sonuðinn sefur, liggur hjá líkum í myrkrinu, einn, skilur þú vilt stoppa hann og enginn getur það og allt í einu kemur þessi maður, Jesús Kristur. Og hann lætur hann lausan. Getur þú ímyndað þér muninn á að vera svínshyrðir og að vera foreldri? Getur þú ímyndað þér muninn á hvernig þeir horfa á Jesús Krist? Að hér er allt í einu, hér er maðurinn sem gerir sem enginn annar gat gert. Það var engin von fyrir mig eða krakka minn og hann kom og gaf von. Á meðan svínshirðarnir eru að hugsa ekki drepa fleiri svín. Ekki drepa fleiri svín. Mér finnst bara magnað að hugsa hvernig var að vera fjölskyldumeðlimur. Hvernig var að vita að bróðin væri gæinn sem væri öskrandi og lemjandi sig með steinum og æpandi dag og nótt. Hvernig var að vera þeirra sporum og hvernig þegar Jesús Kristur kom og leysti hann, sáu þau Jesús Kristur öðruvísi heldur en svínshirðarnir. Þeir sáu líklegast mun meira verðmæti í Jesús Kristi heldur en allra aðrir. Því að þeir höfðu labbað í gegnum þjáninguna, þau höfðu vitað að það er engin von og allt í einu kemur þessi einstaklingur. Allir aðrir voru búin að reyna og hann gefur von. Og mér langar bara að enda með þessari spurningu, hversu verðmættur er Jesús Kristur fyrir þér? Er þú svínshirðurinn sem ert að passa, hei, ekki snerta svínu mín, mér langar ekki að missa mér bacon, ég elska bacon, þú veist, mér langar frekar í mín svín, mér langar frekar í drulluna sem fylgja þeim, heldur en þig, eða ert þú einstaklingur sem ert búin að sjá vonleysið, þú ert búin að sjá hvað enginn gat gert neitt og Jesús Kristur kom og hann gerði það sem enginn annar gat gert. Hvernig horfum við á Jesús Krist? Því að það hefur raunverulega áhrif á daglegt líf okkar. Og ég hef reynt mikið og fyrir mig, veist, ég sjálfur var glímdur við þunglindi í mjög langa tíma. Og það endaði einu sinni með mjög lélegri og misheppnaðri sjálfsmorðstilraun. Og ég var 16 ára og ég hef glímt við raunverulegt þunglindi. Og ég hef reynt alltaf á þessum tíma, ég var 18 ára. Þannig að á þessum tíma var ég búinn að reyna fullt af efnum, ég var búinn að reyna athygli frá mismunandi aðilum, ég er búinn að reyna að fá, að reyna vini mína, að reyna að fá athygli frá stelpum, að reyna, þetta dóp, og nóga dópi, ég var átti mjög skrautlega vini á þessum tíma, og ég var búinn að reyna áfengi, ég var búinn að reyna að skemmta mér, og endanum fattaði ég bara að það er allt innantóm, það er ekkert í þessu, það er ekkert verðmæti í þessu. Ég get tíma sótt einhverja hamingju þarna og endanum leiðir þetta til þunglindis og endanum leiðir þetta til dauða. Og ég hef reynt mikið, þunglindi tók yfir, endaði með ég reyndi að drepa mig. Og mér langar að segja, hættið, ef að þú ert að leita að verðmæti einhvers staðar annars staðar heldur en í Jesú Kristi, hættu að reyna að grípa vindinn og taktu Jesú Krist. Ekki vera heimskíkinn sem valdi svín og drulluna sem fylgja þeim frekar en Jesú Krist. Ok, það gæti verið verðmæti í því. Það gæti verið verðmæti í þínu svíni. Sama hvað mikið verðmæti það er ekkert meðal við Jesú Krist.
Og ég er bara að segja, hættu. Þú veist, ef þú ert einstaklingur sem ert að leita hamingju, von einhvers annars þar, hættu. Og með einu orði gat Jesús stoppa storminn, með sínu orði getur hann hjálpa okkur, sama hversu hopeless við erum. Þú veist, og ég hef upplifað þetta og margir hafa sagt um mig, ég ætla að taka til í mínu lífi áður en ég get komið að hitta ykkur í samkomu. En þetta er svo röng hugsun út af því að, til þess að segja, ég þarf aðeins að koma mér í betra form til þess að fara í ræktina. Það meikir ekki sens. Þú ferð í ræktina til þess að koma þér í form. Ef þú vilt díla við vandamálið, þá ferði til Jesú Krist. Það eru margir sem hugsa svona, ég þarf aðeins að taka til í mínu lífi, ég þarf að fá mér aðeins betri föt og byrja að hafa aðeins meira aga og vera aðeins betri pabbi eða mamma eða hvað sem það er og þá get ég komið og mætt í kirkju. Það er engan veginn þannig, það er hlauptu til Jesú Krist, hann er með vald sem enginn annar er með, hann getur stoppað storm og ef við endum bara á bæn. Við þökkum við Faðir fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur, fyrir hvernig þú hefur sýnt okkur miskunn og náð og ég bið þig Drottinn að þú opnir augu okkar jafnvel enn meir, þú veist, jafnvel ef að þú ert æðsta vald í lífinu okkar Drottinn, megum við halda áfram að lifa þannig, megum við eftir daginn í dag sjá meiri verðmæti í þér. Ef við erum að díla við synd, ef við erum að ströggla við synd, hjálpa okkur Drottinn að sjá meiri verðmæti í þér heldur en synd okkar, hjálpa okkur að sjá meira verðmæti í þér heldur en í aðstæðum okkar, heldur en hvað annað fólk segir eða gerir og í storminum, í erfileikum, í þjáningum, í missi, í sorg, megum við muna hver er með okkur í bátnum, megum við muna og vita hver þú ert, megum við raunverulega vita hver þú ert. Megum þú hjálpa okkur Drottinn að líkast þér betur, hjálpa okkur að elska þig betur og hjálpa okkur Drottinn í einu og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur að gera þig dýrlegan og hátt upp hafinn. Drottinn, ég biðjum að orð okkar með ekki vera innantóm, megum ekki segjast vera kristin og ekki fylgja því, heldur megum við raunverulega sjá allt verðmæti okkar, alla von okkar, alla gleði okkar í þér og því sem þú hefur gert. Ég þakka þér fyrir Faðir að við fáum að kallast þín börn, að við fáum að fylgja þér og þekka þig. Og ég bið Drottinn að þú gefur okkur hungur eftir þínu orðið og þú hjálpur okkur meira og meira að elska þig betur, að líkast þér í þessu heilaga nafni. Amen.